Tekjutenging í velferðarkerfinu slæm af mörgum ástæðum. Ég ætla bara að nefna 2. Fyrir þann sem með lág laun, öryrkja og lífeyrisþega, veldur tekjutenging ýmissa bóta því að jaðarskattur verður óheyrilega hár. Manneskja sem kannski með 300.000 krónur á mánuði og fær launahækkun, þannig hún fer í, 375.000 krónur á mánuði, getur lent í því að jaðarskatturinn sé 50, 60, 70, jafnvel 80%. Annars vegna þess að hún búin að nýta persónuafsláttinn, þannig að skatturinn tekur ráa skattprósentuna til sín, en líka vegna þess að ýmiss konar bætur skerðast sem eru tekjutengdar, eins og barnabætur, vaxtabætur og húsnæðisbætur. Þetta náttúrulega mjög sérstakt að jaðarskattur sé svona hár hjá hinum lægstlaunuðu í samfélagi sem eru alltaf hafnaði sem ósvinnu að leggja hátekjuskatt á þá sem með allra hæstu tekjur. Víða í nágrannalöndunum tíðkast að fólk sem með mjög háa tekjur, segjum yfir 4-5 milljónir á mánuði, þarf að greiða 50, 60, jafnvel 70% í skatta af þeim tekjum sem eru umfram það. Hér hefur alltaf verið barist gegn því og litið á það sem hálfgert mannréttindabrot. Samt leggjum við á sambærilega skatta, 50, 60, 70, 80% jaðarskatta, af þá sem eru með allra lægstu tekjurnar. Það undarlegt. Í öðru lagi tekjutenging í velferðarkerfinu slæm vegna þess að hún veldur því að stærri hluti skattgreiðenda fær minna persónulega út úr skattkerfinu heldur en áður var. Meðan að heilbrigðisþjónusta var gjaldfrjáls, meðan að menntakerfið var meira og minna gjaldfrjáls, meðan að ellilífeyrir, barnabætur, vaxtabætur og aðrar húsnæðisbætur voru ekki tekjutengdar, þá fekk fólk sem var með rúmlega meðaltekjur góðan díl út úr skattinu sínum. Það borgaði skatta en það fekk líka helling tilbaka og ókeypis heilbrigðisþjónustu og ókeypis menntaþjónustu, barnabætur og í stuðning við húsnæðiskaup og annað slíkt. Með því að tekja bæturnar þá fjölgaði þeim skattborgurum sem gátu hort á hlutina þannig að þeir var að borga meira inn heldur þeir mundu nokkuð tíma fá, svo framlega sem lenti ekki í stórkostlegum áföllum í lífinu. Og þess vegna hefur tekjutengingin hjálpað nýfrjálskunni í að grafa undan velvild stórs hluta skattgreiðenda með ríkissjóði og almannaþjónustu og opinberri þjónustu. Þess vegna ættum við að berjast gegn tekjutengingum, bæði til að verja hag hinna verst settu og lækka þar jaðarskattinn og gera fólki fært að auka tekjur sínar og bæta lífsskilyrði sín á þess að ríkið taki til sín megin þorran af þeim peningum sem það aflar, en líka til þess að skapa almenna velvild og almenna sátt velferðarkerfið í samfélaginu. Ekki bara milli þeirra sem eru með lægstu launin og lægri meðallaun, heldur líka fólk sem með meðallaun, hámeðallaun og allt upp í hálaun.